Komið sæl og blessuð. Það mætti halda að þessi væri farin að gifta sig. Þegar maður kemur fín, þá spyrja mér hvað er það að fara að gifta sig. Nei, það er nú ekki alveg svo lesen. En maður klæðir sig upp á þegar maður er að fara á guðsþjónustu, ekki? Ég ætla nú að reyna að fara að venja mig á það aftur. Ég gerði þetta nú alltaf, ég fór alltaf upp á búin í kirkju. En svo var maður eitthvað aðeins byrjað að slaka á því og nú ætla ég að fara í það aftur. Eða allavega þangað til annað kemur ljós. Það er allt til að ég heiðra Guð með því að vera sjálfur svona þokkalega klæddur. Ég held að honum mislíki það ekki, nei. En ég held að honum mislíki ekkert endilega hitt, en þetta svona sýnir og sannar að við allavega erum að reyna að svona halda virðingun uppi fyrir okkur sjálfum, gagnavart honum. Og þá kannski vilja sumir af okkur klæða sig upp í fínasta dressið og fá svo spurningan að það er bara verið að vera að gifta sig. Já, nú ekki. Kall sem er orðinn 70, hann er nú ekki endilega með þá hugsun efst upp í sér. Hann getur verið með ofalega hugsunina að nú ætla hann að fara að lofa Guð. Ég held að það er réttlætt aldrei á manni. Ég ætla nú rétt að vona það allavega. Það er réttlætt sem bara ekkert af manni. En það er að vera að æfa hérna í Smárakirkju, við erum þar. Og ég á mínum stað og gera þetta sem ég ger nú stundum og nú sé þetta áður. Eitthvað svona þessu líkt. Og það verður hérna falleg lofgjörð og flott lofgjörðarsveit eins og alltaf verið hérna, mjög flott lofgjörðarsveit. Og svo fáum við ræðu, flotta ræðu alveg örglega og líklega líka pönnukúk, hvað heitir aftur þarna, bakkelsi, ég man ekki hvað heitir í augnablikinu. Rjóma og öllu. Þannig að það er vel hugsað okkur. Auðvitað. Guð hugsar mjög vel sitt fólk. Þannig að við skulum muna eftir því að þakka honum og sýna honum virðingu. Og til að mynda með þeim ætti að vera nú svona þokkalegt að fara. En menn hafa þetta auðvitað eins og þau vilja. En þetta er eitthvað sem ég ætla að taka upp. Segi ég núna, þangað til annað kemur ljós, eins og ég sagði líka áðan. Ágætis veður úti. Já, ég hafa gleraugun. Ok, ég skal gera þetta til hæfis. Ég skal vera með gleraugun. En það er gott veður úti og kalt búið að vera hjá okkur og það er ekki hlýtt úti núna en fallegt veður. Haustveðrin, allavega fyrir sunnan, eru nú oft býsna góð og Hafnarfjörður er alveg sérstaklega góður með það að bjóða okkur svona oft gott haustveður eða ekki annars. Það átt mikla stillur í Hafnarfirði, ég man eftir þeim alveg sérstaklega og það var nú á sumri líka. Það blakti ekki hár og höfði. Á kvöldin sérstaklega, einhvern veginn datt allt niður á kvöldin, allur vindur, það var kannski væri búið að vera einhver strengur við daginn, svo þegar kom kvöld, þá datt allt niður. Og gerði kvöldin í firðin mjög áhugaverð. Maður var svo vel eftir þessu þegar maður var yngri sérstaklega. Hvað manni fannst þetta svona merkilegt að þetta skyldi gerast. En þetta þekkir nú fleiri Hafnfirðingar heldur en ég. Ég veit ekki hvernig þetta var í Reykjavík. Alltaf ekki verið bara svipað. En allavega mann ég eftir þessu í Hafnarfirði. En kvöldin á nú verið falleg og allt saman það áttum maður ekki til Guð. Og raun og veru áttum maður ekki neitt.
Þú átt ekki neitt ef þú átt ekki Guð. En þegar þú átt Guð, hjarta inn og gengum á honum, þá áttu allt. Og þú ert að leiðin eitthvað. Ha? Ég að tala við símann. Já. Þannig að við erum að góðum málum. En við erum sérstætt að bíða bara eftir því að vöfflurnar bakist og rjóminn komið fram og þá förum við fram og fáum okkur þetta. Og gerum eitthvað gott úr því. Og þá gerum við eitthvað gott úr því og þá erum við nú aldeilis undirbúnir undir stundin á undan og eftir, fyrir ekki stund. Þetta var alltaf verið rétt í röð. En það gaman að rétta það að menn að frelsast og leysast og þeir sem eru frelsaðir að þeir eru ákveðnir í að vaksa. En þetta ekki ágefni mitt með þetta því að við mun sjá allt svona laga. Hann gerði það við mig. Það leiddi mig þangað og hingað og hér er ég. Orðinn töluvert þorskaður í trúnni en ég var þá. En Guð fékk að leiða þetta allt saman og ég var ekkert hvattur svo mikið af mönnum. Ég var alltaf hvattur úr Guði. En við þurfum engar áhyggjur að hafa af þessum nýfrjálsum. Því að Guð er búinn að taka það að sér. Hann sér það. Hann sendi mig þangað og svo hingað og þangað og hingað og hingað. Og hann sendi mig austur og norðfjörð því mann eftir því. Ég átti góða stundir þar og átti ekki von á öðru en að ég yrði bara þar áfram. En Guð minn var með aðra áætlun og sendi mig suður aftur í 1998, já. Og þaðan fljótlega stíg ég inn í kirkjuna. Og eins og ég oft sagt, og hef ég verið þar síðan. En þegar ég tala kirkjuna, þá er ég ekkert að tala um eitt söfnuð. Kirkjan er bara, já, þú og Jesús saman og fólk safnar saman undir þessu afli og það er kirkjan, þú ert í raun og veru kirkjan. Þannig að ég stíg inn í kirkjuna og er innan kristið fólk og gott kristið fólk og ég er ennþá innan gott kristið fólk. Ég held að sé enginn af þeim sem var með mér til að byrja með þar, ekki svo í mjög, nei, ég held örugglega. En það skiptir mig ekki máli því að ég er ekki með því að þetta fólk sé þá bara einhvers staðar þar sem Drottinn hefur plantað því. Ég var að segja á þann, þetta er ekkert áhyggjuefni mitt með fólk, því að ég treysti bara Drottni fyrir því ég get sagt bara mína sögu að hann hefur bara séð þetta. Hann sér enn þetta. Ég er enn upptekinn við að lofa hann og lofa hann sem aldrei fyrr og ég ætla bara að gera það framvegis. En ég ætla að reyna svona dressa mig svolítið betur upp fyrir stundir en ég lofa engu hvað verður. En þetta er svona markmið hér og nú. En þú veist að markmið manna breytast og sumt af þessu skólast nú svolítið til. Það er ekkert að marka kallinn. Jú, ég þarf alveg að marka hann en hann er alveg tilbúinn að færa sig aðeins til allavega og taka ofan hattinn og svona og setja hann upp aftur og allt saman það. Þér finnst hann var að mér vel þessi hattur eða ekki? Ég finnst það sjálfur mjög vel. Keypti þetta á netinu upptöðum? Já, nú ekki langt síðan. Ég er nú að skella honum á hausinn mannaslægið. Fyrir alltaf sé ekki komin, já, hátt í 20 ár sem ég fekk á því að fá mér hatt. Og ég keypti hann í Reykjavík, í Verslun. Ég held að þetta var nú ófáanlegt, þessir hattar, því að maður hafði sjálfur aldrei verið neitt að velta þessum höttum fyrir sig, það var bara verið kalla, ég var náttúrulega orðinn kall þá. Og ég fyrir þessa Verslun og jú, ég fullt af höttum að þeir. Ég segi því nokkuð að vera að kaupa þetta, fíkur þetta ekki af manni leið og kemur myndir. Nei, það var engar áhyggjur af því, sagði hann.
Ég sá það, þeir voru nú fastir á hausnum á manni en ef það kom vindur, mikill vindur, þá þurfti mann aðeins að passa sig. En það er mest að furða hvað er toll á hausnum. En ég hef nú samt mist ekki hatt heldur húfu. Ég var þá að koma út á bílnum minnum. Í Kirkjulækjarkoti, það var svona svakalega hvasst þar maður. Leið og ég opnaði hurðina þá hvar húfan, ég ekki séð hana síðan. Það var smá tjón þar. En það er aldrei tjón þar sem að Guð er, því hann bara, náttúrulega maður er ekki að pæla í þessu, en maður lofa bara Drottinn aðeins meira og þá kemur þetta allt tilbaka í ákveðinni gleði bara því að þekkja hann. Og það er nú markmiðið, þekkja hann aðeins betur og þá líður okkur betur og við gerum áfram það sem er rétt. Það er ekki bara frábært að gera það sem er rétt. Ég held okkur finnist það bara mjög frábært. Hvernig lýsir á bindið mitt? Ég er ekki á mikið að nota þetta, ég er búinn að eiga þetta lengi en ég setti það upp núna. Einu sinni var ég alveg ægilegu bindiskall. Svo var ég hrikalugur slaufukall. Og nú er ég aftur komið bindi og kannski verið bara bindiskall í nokkur skipti. En maður veit aldrei. Þetta er allt svona hips um haps. Og breytir ekkert á milli sunnudaga og maður tekur bara ákvörðun í raun á hverjum sundi. Það er ekki bara fínt. En það er sem sagt að detta inn stund. Hvað er klukkan? Hún er að vera 3 eða ekki. Það er stund hérna klukkan 4 og það er allir að sjálfsögðu velkomnir. Þessi kirkja er opin. Og við væntum margmennis hér í dag. Og allir fá eitthvað fyrir sinn snúð og fara uppörfaðri út að þeir koma inn kannski. Þá hefur allt virkað eins og á að vera því að þannig er kirkjan og hann er í Guð. Hann er til þess að uppörfa þig, hvetja þig og drífa þig áfram og svo framvegis. En ég er ekki að fara að gifta mig og allar að fara að spyrja mig að þig aftur. Ég er ekkert í svoleiðis hugleiðingum að því að ég er orðinn svo gamall maður. Það var einhvers staðar að stoppa. Ég var ungur maður, þá var ég nú svolítið mikið að spá í það eins og þú. En það var aldrei neitt að því, þannig ég hef aldrei gifst. Sé ég eftir því? Ég sé ekkert eftir neinu bara. Þetta bara skeði og það fór svona og ekki orðið það meira. En núna ertu orðin alveg hrikalega leiður á þessum kalli með hattinn og ég taka hann á kannski, já, ég skal gera það fyrir þig. Ég ger allt fyrir þig og ég setja hann á með hattur fyrir mig sjálfan. Þegar mér finnst það svo flottur. En það er svo erfitt að kveðja, að það er svo erfitt að hætta. En samt neyðist maður nú til þess. Og vertu nú sæl og blessuð. Og sæll og blessaður.